Fjölmargir lista- og menningarviðburðir eru háðir kostendum. Mjög oft taka bjórframleiðendur eða bjórinnflytjendur þátt í kostun á viðburðum sem fara fram á vínveitingahúsum. Þar ber helst að nefna alþjóðlega hátíðir eins og Iceland Airways og RIF sem draga þúsundir til landsins og skapa miklar gjaldeyristekjur. Einnig hefur þjóðhátíð í Eyjum líkt á rokkjörnar og fleiri innlendir stórviðburðir verið kostaðar að nokkru leyti af áfengisframleiðendum. Sömu sögu má segja innflutning á erlendum tónlistarmönnum og öðru listafólki. Með frumvarpi innanríkisráðherra hert bann við áfengisauglýsingum verður tekið fyrir kostun af hálfu bjórframleiðenda. Hvað verður þó þessa viðburði? Á meðan erlendir framleiðendur geta auglýst á Íslandi í gegnum erlenda miðla kostun viðburða eitt helsta markaðstækið sem innlendir framleiðendur hafa. Ef kostun verður bönnuð hafa íslenski framleiðendur engan samkeppnisgrundvöll. Takmark íslenska áfengisframleiðenda með auglýsingum ekki að hvetja til áfengisneyslu. Miklu frekar það að fá Íslendinga frekar til að kaupa íslenska vöru en erlenda. Það liggur í augum uppi að því takmarki erfitt að ná ef samkeppnisstaðan þannig að einn getur auglýst en ekki hinn. Bann við áfengisauglýsingum þýðir ekki aðeins tap fyrir íslenska bjórframleiðendur, heldur einnig tap innlendra auglýsingastofa, þjónustufyrirtækja, fjölmiðla og framleiðslufyrirtækja. Allt þetta fyrirtæki sem skapa störf og skila tekjum í ríkiskassan. Einu innlendu framleiðendurnir sem dafna ef bannfrumvarp innanríkisráðherra verður samþykkt eru heimabruggarar og landasalar. Hvaða innlenda iðnaði getur verið bannað að auglýsa næst á meðan erlendir samkeppnisaðilar geta auglýsta vild á sama markaðssvæði? Verða það sælgætisframleiðendur eða einhverjir aðrir? Er það sem við viljum?